Næsta vorum við fengið í sófann til okkar hann Óttar Sveinsson sem hefur gefið út útkallsbækurnar sem að fjölmargir þekkja. Það næstu orðið eins og bara jólin sé að byrja þegar þú kíkir í sófann, ég held að þú sétt bara að koma hérna bara nokkur ári röð. Ég held að sé 22 ára röð sem ég er búin að koma hingað til Akureyrar. Já, ekki hingað í sjónvarpið. Nei, en þetta byrjaði 94 og þá kom ég hérna norður og áritaði manni og svo hef ég nátt bróður hérna, Hjalta Jón. Hjalta Jón, skólameistari í Verkmenntaskólanum Akureyri. Þannig að það er... Hann er nú að fara, hvað gerist þá? Já, nú er hann að fara, hann er reyndar að koma suður til litla bróðursins eins og ég kallaði gjarnan í fyrsta skipti í 21 ár, hann er búinn að vera skólameistari hérna fyrir norðan í 21 ár. Já. Og Laugum fyrst og svo 16 ár held ég að 17 hér. Þannig að hann er að fara í Kvennaskólann. Já, en hættirðu þá að koma norður? Það geti nú ekki ímyndað mér með öll þessi frábæri tengsl sem að þau eiga hér. Já. Þeir eru nú alveg líkir, bræður. Já, finnst þér það? Já. Svo á ég... Já, finnst þér það? Svo á ég besta vin sem er reyndar alveg jafn hár og þungur og það allt saman og hérna, við erum það líkir, ótrúlega líkir með aldrinum að við erum fórnir að kalla hvern annan hinn. Já. Hvað er hinn ég? En þetta útkallsævintýri allt saman, 22, þetta er náttúrulega alveg rosa tími sem þú verið að stúsast í þessu. Hvers vegna hefur þetta brunnið svona á þér að gera þessar útkallsbækur og fyrir þá kannski sem ekki þekkja, hvers konar bækur eru þetta? Þetta byrjaði náttúrulega stutt, ég var blaðamaður á DEVAF hérna áður, gamla DEVAF og var í svona lögreglu- og slysafréttum. Þá kynntist ég þyrlusveitinni hjá Landhelgisgæslunni og við sögðum saman eina bókum þá, Útkall Alfa TF-SIF og það gekk mjög vel og svo kom nú reyndar mikill áhugi hjá sjónvarpsfólki í Hollywood, Rescue 911, að hérna kvikmynda næstu bók og það var þá næsta bók og það gekk jafnvel enn betur og þannig að þetta fór svona að rulla áfram og ég var nú með 11 sögur í fyrstu bókinni, þyrlubókinni, svo komu 6 og svo fakkaði henni í 4 og svo var það 1 og kallinn þroskaðist aðeins svona með tímanum. Já. Og nú er þetta yfirleitt alltaf bara 1 saga, þannig að hérna, en þetta er bara einhvern veginn fallið svo vel og það sem að þegar maður horfir tilbaka þá er ég náttúrulega með þakklátur fyrir bara hvað fólk hefur tekið svo vel. Þetta hefur mjög sterka skírskotandi þjóðarinnar af því að núna sit ég til dæmis hér á Akureyri, það eru mjög margir norrlendingar sem eru í bókinni, 9 sko og fólk alls staðar á landinu. Eldgosið í Vestmannaeyjum, snjóflóðin í Neskaupstað, það er Geysislýsið, það er Goðafosslýsið og svona þannig að þetta við eigum all tengingar við fólkið í bókunum, þessar kvundasveitir okkar sem að deila sögunum sínum með sér. Arngrímur Jóhannsson, hann er í þessari bók. Hann var 19 ára loftskeytamaður á Hardbaggi sem að lenti í óveðrinu mikla 1959 á Nýfundnalandsmiðum. Og það er nýja bókin? Það er nýja bókin. Já. Hún fjallar hamfaraveður á Nýfundnalandsmiðum 1959. Hvers vegna velurðu þetta fjalla? Öldurnar voru þarna á við 8 hæða hús. Og þarna voru bara 300 Íslendingar sem voru í hættu. Það var svo rosaleg ísing. Þorkell Máni var alveg við það að sko, þungamiðjan á skipan hún verður svo ofarlega og þar að lendi þessu mikil hætta á þessu sökkvi. Ísing eins og við heyrum svo gjarnan í fréttunum er mjög hættuleg ef hún hefur mikil. En sjórinn var þarna -2 gráður. Þannig að hver einasti dropi sem kom inn á skipið, hann fraus. Og þetta var ofviðri algjört og það eru þarna straumar og þannig að þeir vörðu svo illa en þarna fórust 30 Íslendingar. Það var togarinn Júlí frá Hafnarfirði sem fórst og með honum margir á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Þegar þú ert að gera svona bók þá hlýtur að þurfa að tala við ansi marga. Já. Þú hlýtur að vera svolítið að rifja upp sársaukafullar minningar fólks. Já, þetta er góð spurning. Því að hérna, það er einmitt það sem gerist. Þegar fólk kemur í sófann og við förum að tala svona tilfinningarnar okkar þá verður þetta stundum svolítið erfitt. En við erum þá að losa okkur mjög mikið við svona áfallastreitu jafnvel og sem við erum búin að bera með okkur í langan tíma.
Og ég tökum dæmis snjóflóðin í Neskustad, þau flóð urðu 1974 og það var engin áfallahjálp þá. Fólki 80% atvinnustarfsemin lagðist niður, 12 manns fórust, svo var þetta bara eiginlega ekki rætt meir eins og svona við könnum skjarna við hjá þjóðun okkar sko. Þannig að þetta er hérna inn alltaf og þetta fólk ber þetta. Svo kemur ykkur kall hérna úr Reykjavík fyrir 3 árum og þau eru að skrifa og fara að tala við allt fólki og það er sest í sófan og það er farið að gráta og það er farið að rifja upp og svona. En þá kemur þessi samhugur með öllu fólkinu, heyrðu, nú förum við að ræða þetta og opnum okkur með þetta og svona. Þannig að í þessu felst áfallahjálpin og ég held að ég hef aldrei upplifað annað eins þakklæti á ævinni eins og þegar að sú bók kom út. Velvilji og þakklæti frá Norðfirðingum. Það var mjög, þetta er gefandi. Já, þetta hlýtur að vera alveg rosalega einstakt að skrifa svona bækur og þannig að þetta hlýtur að hafa haft áhrif á þig líka bara svona hjá manneskju og kannski hluti af þessu að skrifa þessa bækur kannski þetta ferli. Já. Ég tekið sjálfa mig dálítið í gegn og hérna svona afgreitt svona sorg til dæmis og það missi systur minnar og þetta ýtti mig dálítið út í það. Já. Og það var mikill léttir. Finnur það á þessu fólki og þér og öllum sem að þetta byrja bara að tala hlutina líka sem eru erfiðir og líka hvað þó að sé jafnvel langt liðið þegar fólk hefur ekki kannski rætt það eða afgreitt að þeir sitji fastar. Já, það gerir það og það fer ekki ef við tölum ekki hlutina. Nei. Ég var nú til dæmis að tala þetta við börnin í skólanum á Dalvík hérna í fyrra fyrir síðustu jól þegar ég kom til inn. Þá var ég með að tala við börnin og svona leiti við salinn og sagði hefur ykkur lent í áföllum og svona, það getur verið mamma og pappa skilja eða það eru áföll og jú, það er eitt upp henn, það var vinur sem hafði frammi sjálfsvíg og það eru veikindi og það er þetta, þú veist, þetta er alls staðar hjá okkur. Þannig að ég fór að benda og ég sagði kennararnir líka, jú, allir voru með. Þannig að þetta er svo mikilvægt fyrir einmitt okkur þegar við erum unga að opna okkur með áföll og átta okkur á því að við erum að verða fyrir áfalli. En þess vegna eru svona reynslusögur eins og kannski í þessari bók og fleiri stöðum eru líka svo mikil, sérstaklega þegar fólk er kannski einmitt búin að vinna úr þessu, svo mikil gjöf til að geta spegla sig í, að því öll höfum við lent í áföllum í lífinu og að geta einhvern veginn, það getur verið svo mikil lærdómur að því að lesa hvernig aðrir hafa einhvern veginn tæklað á. Þannig að það hlýtur að vera gjöf frá þessu fólki að deila þessari reynslu. Já, það er nefnilega málið sko. Það verður alltaf svo mikið gleði eins og mennirnir sem eru til dæmis í þessari bók. Við hittumst hérna í útgáfu hófi í nóvember og þá komur svona menn sama. Þetta er svona léttir. Já. Það er allt svona, þetta er svona komið einhvern veginn og líka það og svo er verið að hringi mig og ég var þarna líka og svona alla venna. Man er náttúrulega ekki alltaf að tala við alla. Og þannig þetta er alltaf gott þegar við léttum á okkur. Og þú ert ekki hættur eða hvað? Nei, ég held nú ekki sko. Þetta er svona, maður auðvitað að hugsa sér stundum svona þegar maður sest niður eitt kannski við framan tómt vördskjal. Já. Hvað er ég að gera hér? Já. En svo þegar að kemur október, nóvember og desember þá er þetta skemmtilegt og þetta er gefandi og hérna svona, já, ég er bara óslega þakklátur fyrir þessi ár sem ég er búinn að vera í þessu. Þetta er búið að vera svo vel tekið og það er alltaf gaman þegar að þjóðin svona kann að meta það sem maður gerir. Yndislegt að fá þig, alltaf gangi vel með þetta og þessi útkallsbók, útkall í Hamfarasjó, komin út, gangi vel með þetta og hittust kannski bara ári. Já, takk sem þess. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.